Það var eftir því tekið þegar þingið kom saman í byrjun september að forsætisráðherra taldi að leiðin út úr vandanum væri meðal annars sú að nýta auðlindir okkar og framleiða. Og menn tala að nú þurfum að gefa í með opinberar framkvæmdir. Þú hér á fundi í Seðlabankanum í síðustu viku, þú varar við þessari leið að auka framkvæmdir. Eru þið ekki alveg að gangi í sama takti hvað þetta varðar? Ég held að við tölum vel saman og gangum í sama takti. Ég hygg að forsætisráðherrann eigi við að það megi alls ekki til frambúðar loka á hagkvæmustu möguleika okkar til efnasköpunar, velferðar, sem að nýta með skynsamlegum hætti þær auðlindir sem hér eru. Það má ekki við þessar aðstæður, þegar til okkar eru horft, loka á slíkar leiðir. Það afskaplega óvarkárt að gera það. En við höfum sagt líka að það ekki tími til þess komin að sína ábyrgðarleysi í ríkisfjármálum þessar myndir. Það engin efni til þess. Það myndi draga úr baráttu okkur sem á að vera númer 1 við að koma verðbólgunni niður. Hún mun fara niður, en það kostar það að menn gefist ekki upp og menn líti ekki undan og menn gufni ekki. Það kostar það. En hún verður að fara niður vegna þess að há verðbólga það sem að bitnar mest á öllum. Lág verðbólga verður að vera grundvöllurinn fyrir framtíðinni, fyrir því að vinna okkur út úr þessu. Það má ekki segja, hleypum henni bara í gegn. Hún fer ekkert í gegn. Hún fer ekkert. Hún ekki góluð þýttur sem hverfur. Við þurfum að berja hana niður. Og það munum við gera. Auðvitað það þannig að svona yfirskot í gengislækkun gerir það aðeins flóknara. En ég spái því að ef við höldum hér, ró okkar og höldum aga og gefum ekki eftir fyrir einhverjum ómárumlegri pressu, þá mun verðbólgan fara hratt niður með síðra haust og á næsta ári og vextir munum fylgja hratt í kjölfarið. Því að vextir þurfa að fá að lækka og þeir fá ekki að lækka nema verðbólgan fari. Og verðbólgubatinn verður besta hjálpin sem fólk fær og menn ekki að tala eins og eitthvað annar kostur sé fyrir hendi. Stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir aðgerðaleysi. Getur þú sagt að ríkisstjórnin sé að gera eitthvað rangt eða gera of lítið? Ég vil helst ekki fjalla ríkisstjórnin almennt. Ég viss að ríkisstjórnin að gera sitt besta. Það ekkert auðvelt að halda sjó í ólgu eins og nú og ég veit að ríkisstjórnin, forsætisráðherrann og þeir aðrir ráðamenn sem þar eru hafa haft miklar áhyggjur af stöðunni og eru sífellt á vaktinni og ég held að sumu leyti þá verði menn að sýna gætni í að gagnrýna stjórnvöldin við þessar aðstæður. Það engin vafi á því að þau vilja ekki flana neinu og það rétt, en þau eru líka að leita leiða sem að halda til lengri tíma horn, ekki einhverja skammtíma aðgerði sem að lúta því að ég ætla nú ekki að segja piss í skóin en ég finn nú ekki skára orðalagi í augnablikinu. Og þið í Seðlabankanum, þið voru gagnrýndir þegar nýlega voru birtar hagtölur viðskiptajöfnuð við útlönd að birta jafnvel óvandar eða ónákvæmar tölur sem hefðu valdið óróa. Já, það var mjög mikil misskilningur í þeirri gagnrýni vegna þess að við fórum nú yfir það í framhaldinu og þá kom að daginn að miða við Norðurlöndin og öll okkar lönd hér í kring sem að lúta sömu lögmálum að þurfa að birta upplýsingar á tilteknum tíma í samræmi við reglur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það eru skekkjuliðir sem heita því erfiða nafni að þeir hafa sem hlutfall af skuldurum verið mun hærri heldur en ekki á okkur. En meginatriði þó það að þó að liðurinn heiti skekkjuliður þá megin reglan svo að svo mynd sem að birt eins og birt var þarna að þegar tíma líða fram þá breytist hún ekki verulega. Þannig það ekki því miður ástæði til að ætla að grundvallar fréttin hafi verið röng, að menn hafi ekki verið að fleita inn mikinn rjóma velundu fjárfestingum þessa myndir og það þarf ekki að koma neinum á óvart. Hlutabréf og eignir erlendis hafa fallið í verði. Það þarf ekki að koma neinum á óvart. Það kannski óþægilegt að þurfa að segja það, en þannig hefur það verið. Og það ekkert verið að skammeitni eða neitt fyrir það. Það allur heimsmarkaðurinn í uppnámi. Og það þarf ekki að koma neinum á óvart þó að við finnum fyrir því hér. Það ekki bara hlutabréfin okkar sem hafa verið að falla í 60-70% í verði. Þau eru kannski ekki fallið öll svo mikið annar staðar en þau hafa fallið mjög mikið annar staðar og sum álíka, líka í fjármálastofnunum. Þannig að þó að við þurfum að birta þær vondu fréttir að við séum ekki að fá mikinn arð af okkar fjárfestingum erlendis, það þarf ekki að koma neinum mann á óvart eins og staðan Að lokum, það uggur í fólki. Fólk hrætt, sumur að missa vinnuna, það að finna fyrir kjararýrnun.
Hvað verður þetta djúpur, dimmur dalur og hvenær fer svo að birta að nýju? Já, það er erfitt að segja vegna þess að erlendis eru menn ennþá í uppnámi, en núna höfum við séð sennilega spotnin í okkar gengismálum. Gengið er mjög lágt, en það þýðir að innfluttar vörur eru mjög dýrar. Við þurfum að spara þær við okkur í bili, við getum alveg gert það því við erum búin að eyða tölvöld miklu, öll. Mismiklu, kannski hefur sum okkar verið eyðslusamar en önnur, en misluði við sem eyðslusömmust höfum verið eigum að geta sparað við okkur við þessar mundir. Það þýðir að viðskiptahalli mun lagast mjög fljótt. Kaupmátturinn hlýtur að rýrna pínulítið við þessar aðstæður, en ef við tökum það á okkur þá mun það þýða að það mun standa þeim stutta hríð. Margar greinar atvinnulífsins eru með góðan grundvöld núna, menn tala um atvinnulífið sé allt í vandræðum. Við núverandi aðstæður ættu sjávarútvegur og sjávarvinnsla, útflutningsiðnaður, stór iðnaður, ferðaiðnaður að hafa mjög góðan grundvöll. Við höfum þegar byggt á mikið af íbúðum, þannig að það er ljóst að þar verða erfiðleikar næstu 1 eða 2 árin, svo jafna það sig, en það eru erfitt með að ná því stendur. Þannig að allar megin greinar atvinnulífsins eiga að geta fengið góðan grunn. Þannig að það ætti mun ekki að þurfa að örvænta. Hins vegar fjármálamarkaðurinn lítur þeim lögmálum sem við þekkjum. Þar hafa menn auðvitað farið geist, jafnt eins og erlendis. Menn hafa svolítið mist fótana við það að það var ógrynni fjár til á afskaplega lágum vöxtum, og menn héldu að þannig það til eilíðar. Það verður ekki þannig til eilíðar, og menn þurfa menn að laga sig að því verkefni. Það mun verða erfitt fyrir marga, ekki síst skuldsett fyrirtæki. Menn kvarta mjög undan vöxtunum okkar, og það er von, þeir eru háir, en eina ástæðunum er svo að menn hafði áður sagt vextir Seðlabankans býta ekki því við fáum bara lán í útlöndum. Síðan fengum við þessi lán ekki framlengd í útlöndum, urðu að breyta þeim yfir í íslenskar krónur. Það hafði mikil áhrif á að það gengið fjalli í marsmánuði og þeim tíma, en það hafði líka þau áhrif að þá urðu menn að borga háa vexti hér af mjög mikil skuldsetningu sinna fyrirtækja, skuldsetningu sem var óráðlega mikil, og menn er að bera ábyrgð á því, og það þýðir ekki að heimta það menn hætti að berja verðbólguna vegna þess að þeir hafi hagað sér ógætilega. Verðbólgan verður að fara niður.